Björgvin Halldórsson látinn 74 ára að aldri. Hann var einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar á hátt í 60 ára ferli. Björgvins var minnst með mikilli hlýju í dag af samferðamönnum og vinum. Hann skynjaði hvað þjóðin vildi og söng sig inn í hjarta hennar. Ísraelsmenn hyggjast ræða við stjórnvöld í Líbanon afvopnun Hezbollah og frið milli ríkjanna. Yfir 300 voru drepnir í árásum Ísraelsmanna í gær sem Íranar telja brot á nýju vopnahléssamkomulagi. Ríkisstjórnin kynnir á morgun tímabundnar aðgerðir til að sporna gegn verðbólgu. Seðlabankastjóri gefur vaxtahækkun í maí sterklega í skinn. Ný ríkisstjórn í Færeyjum vill stefna að sjálfstæðri aðild landsins að EFTA og gera eigin fríverslunarsamning við Evrópusambandið. Nýr lögmaður segir að blokkapólitík heyri sögunni til. Komið sæl. Björgvin Halldórsson látinn 74 ára að aldri. Með honum genginn einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar sem valinn var poppstjarna ársins aðeins 18 ára. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Björgvin fæddist í Hafnarfirði 16. apríl 1951. Foreldrar hans voru Halldór Baldvinsson stýrimaður í Hafnarfirði og Ásta Sigríður Þorleifsdóttir húsmóðir. Björgvin stundaði nám við Flensborgarskólann og hóf ungur að fást við tónlist. Björgvin Halldórsson var árabil einn vinsælasti og afkastamesti söngvari landsins. Hann lék á hljóðfæri, stjórnaði hljómsveitum og upptökum og tók alla tíð virkan þátt í íslensku tónlistar og skemmtanalífi. Hann var valinn poppstjarna ársins árið 1969, þá aðeins 18 ára. Fjölmargar hljómsveitir nutu krafta Björgvins og sú fyrsta var Bendix. Þá komu Flowers og ævintýri þar sem hann söngið ógleymanlega lag, Þó líði ár og öld og sló rækilega í gegn. Hann tryllti bókstaflega ungu kynslóðina og mótaði tónlistarsmekk heillar kynslóðar. Það greip sig Björgvins æði og ungt fólk reyndi að brjóta í sér framtönn til að líkjast honum. Hvaða músík finnst þér skemmtilegust og skemmtilegust að syngja? Mér finnst langmest gaman að syngja pop. Langmest gaman að spreyta sér á poppi. Blanda allir landa upp til stranda. Síðan voru það hljómsveitirnar Brimkló, Hljómar, Change, The Lonely Blue Boys, HLH-flokkurinn og hljómsveit Björgvins Halldórssonar. Ég sá hana í horninu á Mánabar, hún myndi mig á brenndu líf. Ég skellti krón í djúpásið og hakkaði vel í því. Þá stjórnaði Björgvin gerð og upptökum á plötu með Kristjáni Jóhannsssyni og London Symphony Orchestra og Royal Symphony Orchestra og hljómplötu með Sléttuúlfunum og hjálpum þeim fyrir hjálparstofnun kirkjunnar. Á hverju ári stóð hann fyrir tónleikunum jólagestum Björgvins sem haldnir voru í síðasta skipti 2024 en þar kom fram tónlistarfólk á öllum aldri. Árið 1994 fékk hann fyrstu heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna. Árið 2011 var Björgvin sæmdur riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til íslenskrar tónlistar. Björgvin flutti framlag Íslands í Eurovision 1995, lagið Núna. Núna þú vil þessa veist og trá. Og í apríl 2018 fékk Björgvin nafnbótina bæjarlistamaður Hafnarfjarðar. Þetta mikið heiður. Nú eins og ég sagði við viðtökuna, nú maður loksins búin að meika það. Eiginkona Björgvins Ragnheiður Björk Reynisdóttir. Þau eignuðust 2 börn saman
og Björgvin átti einn son fyrir. Það komin vetrartíð, veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sálin lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga, en hefur aftur lítið ljós, mín vetrarsól. Björgvin söng sig alltaf inn í hjarta þjóðarinnar og var vinur vina sinna, segja samferðamenn hans. Hann skynjaði hvað þjóðin vildi, skemmtilegur, en stundum svolítið hortnóttur. Björgvin Halldórsson hefur verið að syngja lengur en flestir aðrir, alveg frá 67, núna og bara framundir að síðasta. Þannig að það er mjög langur ferill og hann var mjög duglegur að syngja inn á hljómplötur, syngja lög eftir aðra, syngja lög eftir sjálfan sig sem hann samdi sjálfur, finna nýjar leiðir til þess að koma sér á framfæri, finna fólk til að vinna með, ungt og gamalt. Þannig að hann skilur eftir sér alveg rosalega mörg spor út allt og margir sem hann snerti við í gegnum tíðina. Við vorum miklir vinir og við kynntumst fyrir 60 árum síðan og bundumst órjúfanlegum böndum. Það bar aldrei skugga á okkar vináttu. Og ég kemst á bragðið í gegnum Jónas R. Jónsson, vin minn og mentor. Og hann er í hljómsveit og svona, hann sem kemur mér á bragðið. Björgvin var vinur vina sinna, hann var góður maður. Hann var vel gefinn, skarpur, hafði hárfínan húmor og hann var mjög vinnusamur og harður húsbóndi, ef ég get orðað það þannig, þegar þau var að vinna með honum. Hann gerði miklar kröfur til að allt væri fullkomið. Og það er það sem gerði það svona góðan og fyrir það liggur svo mikið gott eftir Björgvin. Björgvin Halldórsson, gjörðu svo vel. Björgvin kunni að lesa salin eins og kallaði, þegar að segja hann skynjaði hvað þjóðin vildi. Hann var alveg með bolinn á hreinu, þannig að hann söng inn í hjarta þjóðarinnar, alltaf. Og þetta gerði hann alveg vísitandi og hann lagði sig fram að gera þetta. Það er þetta presens, bara manni leið bara alltaf, það er ekki margir en þeir eru nokkrir, en það er ekki margir af þessum gaurum sem maður hittir og upplifir bara, þú veist, það er strax eitthvað sérstakt bara við að vera í návist þessara manna. Og hann var með þannig svona nærveru, sko. Ég þekkti hann alveg frá því að ég var krakki og þegar hann var stjarna þá voru svona stælar í honum, en þegar voru maður og mann, bara tveir saman, eða þá vorum að vinna saman, þá var hann alveg eins og bara ljúflingur. Gerði allt rosalega vel, hann var vandaður, hann vildi að hlutinu væri á hreinu, ekkert kjaftaði og það var alltaf fínt að vinna með honum. Hann var skemmtilegur, en hann gat líka verið svolítið hortnóttur. En það vissi maður bara, það var bara hluta karakterinu. Það var ungur drengur í Hafnarfirði og alast upp í tónlist. Þú veist, það er bara einn kóngur í Hafnarfirði og það er Björgvin Halldórsson. Og þetta er bara, fyrir okkur Hafnfirðinga, þá er þetta bara risa persóna, þetta er bara risi. Þetta er bara hafnfirskur risi sem er að kveðja sviðið og þetta er bara, fyrir hafnfirska hjartað, þá er þetta bara ansi sárt. Ég kenndi mig að sakna hans mikið og vottast fjölskyldu hans mínar innilegustu samúðarkveðjur. Hann var fánaberi íslenskra söngvara á þessum tímabili og eftir hann liggja lög sem eiga eftir að heyrast ókomna tíð, vona ég, og ég er sannfærður það reyndar. Og þá snúum okkur á öðrum fréttum.
Ísraelsmenn ætla að hefja beina samningaviðræður við stjórnvöld í Líbanon að afvopna Hezbollah-samtökin. Fjöldi ríkja telur árásir Ísraelsmanna brot á viðkvæmu vopnahléssamkomulagi sem náðist í fyrrakvöld. Aukinn þungi færðist í árásir Ísraels á Líbanon eftir að vopnahléssamkomulag náðist milli Íran, Ísraels og Bandaríkjanna í fyrrakvöld. Árásunum var beint að Hezbollah-samtökunum en yfir 300 voru drepnir þar af fjöldi almennra borgara. Íranar telja árásirnar brot á samkomulaginu og hafa hótað að draga sig úr því. Ísraelsmenn segja að 200 Hezbollah-liðar hafi verið felldir í gær. ארגון הטרור חיזבאללה משווע על הפסקת אש וגם פטרוניו האיראנים לוחצים ומאיימים מחשש כבד שישראל תרסק את החיזבאללה. Skrifstofa Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels tilkynnti nú síðdegis að ríkisstjórninni hefði verið falið að taka upp beinar viðræður við stjórnvöld í Líbanon að afvopna Hezbollah og með þeim hætti koma á friði milli Ísrael og Líbanon. Embættismaður í Líbanon segir við Reuters að viðræðurnar verði aðskildar friðarviðræðunum sem hefjast í Pakistan á morgun milli Bandaríkjanna, Ísraels og Íran en verði þó með svipuðu sniði. Ekki liggur fyrir hvenær þær hefjast. Framkvæmdastjóri NATO sem nú staddur í Bandaríkjunum svaraði í dag gagnrýni Bandaríkjaforseta að NATO hefði ekki staðið með þeim í stríðinu í Íran. Hann sagði suma bandamenn hafi verið seina af stað en Evrópa hefði veitt Bandaríkjunum margvíslegan stuðning. The overwhelming majority of Europeans have done what the US asked of him and what was previously agreed in these circumstances. And yes, sometimes it takes a bit of time, but hey, guess what? We have coalitions in Europe, we have sometimes the political home front to take care of. Ríkisstjórnin kynnir á morgun tímabundnar aðgerðir gegn verðbólgu. Þetta kom fram í ræðu forsætisráðherra á ársfundi Seðlabankans í dag. Samhliða verður atvinnustefnan til næstu 10 ára kynnt. Ríkisstjórnin ætlar á næstu dögum að hefja þríhliða samtal milli ASÍ, Samtaka atvinnulífsins og stjórnvalda leiðir til að hemja verðbólgu, en forsendu ákvæði kjarasamninga virkjast fari verðbólga ekki undir 4,7% fyrir 1. september. Þar þurfi allir að færa fórnir og sagði ráðherra þetta tækifæri til að taka stórar ákvarðanir og íhuga kerfisbreytingar. En ég hef verið skýr á því að það ekki tímabært að setjast við kjarasamningaborð og ég hef gert aðilum vinnumarkaðarins það algjörlega ljóst að þessi ríkisstjórn hafnar þeirri leið sem áður hefur tíðkast að stjórnvöld efni til nýrra, varanlegra ríkisútgjalda sem eru ófjármögnuð til að höggva á hnúta í kjaradeilum á almennum vinnumarkaði. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri gaf á fundinum sterklega í skyn að Seðlabankinn neyðist til að hækka vexti aftur í maí. Laun hafi hækkað 7% á ári undanfarin 5 ár og spurning hversu lengi hægt sé að viðhalda þjóðhagslegum stöðugleika haldi það áfram. Möguleg upptaka evru leysi ekki sjálfkrafa vandamál á íslenskum vinnumarkaði. Og ef svo færi evran í gjaldmiðil hér í kjölfar aðildar að Evrópusambandinu og Íslendingar héldu upptöknum hætti við að hækka sínu laun umfram það sem að þekkist með annarra þjóða, myndi það leiða til mjög alvarlegra efnahagsörðugleika. Það er því mjög mikilvægt að átta sig á því við þurfum sjálf að leysa hinn sér íslenska verðbólguvanda sama hvað gjaldmiðill lögur í Íslandi. Og mögulega má færa rök fyrir því, eins og forsætisráðherra gerði hér í ræðu, að fyrirheitið upptöku evru í kjölfar aðildar að Evrópusambandinu muni skapa nægilegan hvata eða nægilegan alvarleika til þess að við tökum á okkar málum hér. Afdrifaríkar kosningar eru framundan í Ungverjalandi á sunnudaginn. Skoðanakannanir benda til þess að stjórnarflokkur Viktors Orbán forsætisráðherra gæti tapað eftir 16 ára á valdastóli. Björn Malmquist fréttamaður hefur fylgst með kosningabaráttunni að undanfarnu. Hann kominn til Búdapest og verður þar helgina. Já, Jóhanna, ég kom hingað í eftirmiddaginn og það er kannski það fyrsta sem maður sér sem að tengist þessum kosningum á sunnudaginn eru öll auglýsingaskiltin á leiðinni frá flugvellinum sem að halda uppi málstað, aðalega Fidesz-flokks Viktors Orbáns, þar að segja stjórnarflokksins. Þetta eru stór og mikil auglýsingaskilti sem hægt er að sjá út allt og það ber hins vegar minna á auglýsingaskiltum frá stjórnarandstöðuflokknum, þar að segja Tíza-flokkurinn. En óháðar kannanir hérna í Ungverjalandi að undanförnu og reyndar í talsvert langan tíma hafa sýnt forskot stjórnarandstöðunar á stjórnarflokk Viktors Orbán og það er sannilega ástæðan fyrir því að kosningabaráttan undanfarna daga og vikur hefur verið hörð og óvægin.
tehát eldurvulnak itt a dolgok, nem hiszem, hogy erről kéne szólni, hogy sárra dobáljuk egymást, tehát nem jó szerintem. Azért, mert azt veszem észre, hogy teljesen mindegy, hogy melyik oldalon állnak a potenciális jelöltek, elég nagy energiát fordítanak arra, hogy a másikat lejárassák. És ez nekem nem tetszik. S-a coagulat o opoziție într-o singură tabără, ceea ce Orban în 16 ani a încercat cu toate puterile să evite și acum au găsit punctul în care toată lumea poate să se concentreze și să încerce, probabil cu succes, să schimbe regimul. We are expecting a record turnout, probably at least 70 or even 75%, which has never happened since the change from communism. Og það kannski engin furða. Stjórnarandstaðan sér færi á að fella ríkisstjórn Viktors Orbáns sem setið hefur í 16 ár sem forsætisráðherra Ungverjalands. Kosningabarátta Orbáns hefur að miklu leyti snúist utanaðkomandi ógnir, aðallega Úkraínu. Because if you look at the campaign of the government, even if they talk about energy prices, for example, it's also about Ukraine. It's also about Ukraine. If they talk about peace, if they talk about national security, that's also about Ukraine. If they talk about foreign interference, that's also about Ukraine, or maybe Brussels. Sem kom rækilega í ljós þegar varaforseti Bandaríkjanna kom til Budapest fyrir vikunni til að styðja við kosningabaráttu Orbáns en sá ekkert að því að gagnrýna Evrópusambandið fyrir afskipti. But if you see like the other side, Peter Magyar and TISA party, he is trying very hard to concentrate on domestic affairs. Of course, he does speak about foreign policy as well, but it's mostly about inflation, healthcare, even trains, how the Hungarians are living. So there's a huge difference between the two campaigns. The government is trying to make this election about policies, and the opposition is trying to make this election a referendum on Viktor Orbán. And those two narrative frameworks on how to even understand this election are competing. Björn, kosningarnar á sunnudaginn og það mjög mikill áhugi á þeim ekki bara í Ungverjalandi heldur víðar. Já, það rétt og kannski ástæðan fyrir því kannski tvíþætt. Annars vegar Orbán þetta svona ákveðin leiðtogi þessara stjórnmálaafla til hægri sem hafa verið að rauða sér til rúms í Evrópu og reyndar víðar í Bandaríkjunum þar að ekki. Hann hefur líka verið mjög óþægur ljár í þúfu annara leiðtoga aðildarríkja Evrópusambandsins og Evrópusambandsins sjálfs undanfarin misseri, sérstaklega þegar kannski kemur að stöðningi við Úkraínu. En þetta skiptir auðvitað langmestu máli fyrir almenning hér í Ungverjalandi. Ég búin að tala við nokkra hérna í dag og hittir reyndar Ungverja í flugvélinni í dag á leiðinni frá Brussel til Budapest sem að koma hingað til að kjósa. Sumir tala að þetta séu mikilvægustu kosningar síðan 1989 og ég veit reyndar af hópi Ungverja á Íslandi sem eru ýmist að fara eða eru komnir hingað til Budapest til að kjósa á sunnudaginn. En við fylgjumst með hérna næstu daga og ég gerir ráð fyrir því að vera hér í beinni klukkan 7 á sunnudagskvöld sem einmitt tíminn sem að við búumst við fyrstu tölum úr þessum afdrifaríku kosningum. Takk fyrir það, Björn Malmquist, og við fylgjumst með þér næstu daga. En þá til Færeyja, því Færeyingar stefna að sjálfstæðri aðild að EFTA og algjörri sjálfstjórn í alþjóðasamningum. Þetta kemur fram í sáttmála nýrrar ríkisstjórnar Færeyja. Stjórnarsáttmáli Fólkaflokksins, Sambandsflokksins og Jafnaðarflokksins var undirritaður í dag tæpum 2 vikum eftir að kosið var í Færeyjum. Það markar ákveðin pólitísk tímamóta að þessir flokkar starfi saman. Vi kan gå fra stafastet til at blokkpolitikken, hann farin í sövna. Þetta sem sagt stjórn yfir miðju, Fólkaflokkurinn og Sambandsflokkurinn til hægri og Jafnaðarmannaflokkurinn vinstra megin við miðju. Stefnumálin eru líka metnaðarfull. Ríkisstjórnin vill auknar heimildir til að stjórna eigin málum í alþjóðaviðskiptum. Tøyskil við samt að vi skulle taka samrækar upp við dansk stjórna at få hessar heimildir såleis að vi kunne få til limaskapur i tøymon fellesskapun við ikkja, så vi kunne ombakara mál ut í heimi. Þá vill ríkisstjórnin að Færeyingar fái að gera eigin fríverslunarsamninga. Eru þar nefnt sérstaklega Evrópusambandið og önnur lönd þar sem markaður fyrir færeyskar vörur. Axel Jóhannesson, fráfarandi lögmaður og leiðtogi Jafnaðarflokksins, verður fjármálaráðherra í nýrri ríkisstjórn. Bárður á Steig Níelsen, leiðtogi Sambandsflokksins, verður sjávarútvegs- og utanríkisráðherra.
Loka áfangi lokana á 3G farsímakerfinu á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi hófst í gær. Fjarskiptastofa leggur áherslu á að ná til allra þeirra sem eiga símtæki sem styðjast aðeins við 3G til að tryggja að fólk geti náð sambandi við neyðarþjónustu. Fjarskiptafyrirtækin hafa undanfarið ítrekað reynt að ná til allra þeirra sem eiga símtæki sem styðjast við 3G-kerfið en ekki hefur tekist að ná í eigendur 15.000 tækja. Sín og Nova hafa þegar lokað sínum 3G-kerfum á landsbyggðinni en þau ásamt símanum hófu lokanir á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi í gær og ljúka þeim lokunum kringum 20. apríl. Lokanir í þéttbýli á Suðurlandi hefjast 27. apríl. Í þéttbýli á Austurlandi verður sendum lokað 4. maí. Lokanir í þéttbýli á Norðurlandi hefjast 11. maí og að lokum á Vesturlandi 18. maí. Að endingu verður öllum 3G sendum í dreifbýli lokað 27. maí og þá ætti öllum sendum á landinu að hafa verið lokað. 600.000 farsíma áskriftir eru á landinu og 98% símtækja eru þegar tilbúin í breytinguna. Eftir standa eldri símar, tæki keypt erlendis eða tæki sem ekki hafa verið uppfærð. Búið að setja upp sjálfvirkan símsvara sem fólk getur hringt í til að gangur skugga hvort símar þess dugi áfram til neyðarsímtala eftir að 3G-kerfinu hefur verið lokað. Það á ekki að hringja í 112 því það veldur óþarfa álagi á neyðarþjónustu, heldur hringja í númerið 1280. Prófun neyðarsímtal. Símtalið þitt komst til skila. Ólafur Aðalsteinsson, hvernig hafa þessar lokanir gengið og það margir sem hafa lent í vandræðum? Já, takk fyrir að bjóða mér. Það hefur gengið vel í gær og í dag. Lokanan hófst í gær. Og símafélögin hafa orðið vör við aukið álag. Það er svona mynd 15-20% sem er meira hringt núna heldur en hefur venjulega á venjulegum dögum. Og er það vegna þessara lokunar og það er mjög jákvætt. Okkur finnst að þarna sýnir það að hópurinn sem við viljum ná til, hann er farin að stað og það er það sem við viljum. En það er mikilvægt að hann bregðist við og tengt þessu þá settum við upp í lok febrúar settum við upp prófunarnúmer sem er 1280. Það myndi svo góð fram í fréttinni. Já, og er hugsað þannig að þegar notendur hringir þar inn þá er að látið vita hvort að símtæki muni virka eftir lokun eða ekki. Já. Eru margir búin að hringja? Síðan, þetta var sett á laggirnar 1. mars til dagsins í gær, að þá hefur við fengið 4.500 símtöl og það eru þriðjungur sem þarf að bregðast við og með því að hafa samband við sitt fjarskiptafyrirtæki. Það sem sannar það að þetta númer hefur skilað sér í En hvernig er þetta að tryggja það að það sé hægt að ná, eða það náist í alla eins og bara til dæmis eldra fólk og ferðamenn? Sko, varðandi ferðamennina, þá er eitt af því sem við viljum koma framfæri er að hvetja ferðaþjónustuna til þess að upplýsa erlenda ferðamenn áður komin til landsins til þess að þið geti gert ráðstafanir áður komið hingað. Þannig það snýra ferðamönnunum, en varðandi aðra þá er þetta þessi núna lokunin fyrsti áfangi í lokunin sem hófst í gær og síðan núna mun annar áfangi hefast á næsta mánudag og þá gerum við ráð fyrir að mun fleiri munu koma og leita aðstoðar. Markmiðið náttúrulega sjálfsögðu er að fækka þessum tækjum eins og kostur er. Já, þannig þeir eru kannski með beina þeim tilmælum fólks að svona hringi fjölskyldumeðlim og fleira. Já, bara leita til fjölskyldu og vina sem kunna betur á þetta og fá aðstoð. Það skiptir miklu máli. Ólafur Aðalsteinsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir mig. 10 tenorar syngja saman í Langholtskirkju í kvöld á heiðurstónleikum Kristjáns Jóhannssonar sem eru til styrktar Bryndísarhlíð og ofbeldis- og áfallamóttöku í nafni Bryndísar Klöru sem lést árið 2024. Faðir Bryndísar segir að samtakamátturinn sé mikill, það hjálpi í sorginni að syngja. Kristján Jóhannsson, okkar besti, hann er búinn að vera að kenna í 25 ár og við erum allir nemendur hans í stuttan og langan tíma. Þeir sem byrjuðu fyrst, Gissur og Birgir sem var að syngja á það, mjög hjartnæmt. Þeir koma til minn 2010 og Gissur var búinn að vera hjá mér niður á Ítalíu þar áður þegar ég var í fullum karriera. En svona í hléum þá kendi ég honum
og það var bara yndislegt. Allur ágóði af tónleikunum rennur til uppbyggingar Bryndísarhlíðar sem verður í gamla kennaraskólanum í miðborginni. Faðir Bryndísar segir að söfnunin gangi framar vonum nú þegar hafi safnast 120 milljónir af tæplega 200 sem til þarf. Og hann segir að söngurinn hjálpi í sorginni. Ég syng til Bryndísar, syng fyrir áhorfendunar og til að heiðra Kristján kennara og þannig hugsa þetta. Og það hefur hjálpað mér í gegnum sorgina að syngja. Og ég er í fósbræðurum sem eru bara hérna rétt hjá kirkjunni og það hefur hjálpað mér mikið að syngja með þeim tónleikum og jarðarförum og fleiru. Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Faðir 3 drengja á Egilsstöðum greiddi yfir 2 milljónir króna á síðasta ári í ferðakostnað vegna íþróttakeppna í Reykjavík. Það eru bara ekki allir krakkar sem geta verið með. Þetta farið að snúast efnahag, þetta snýst búsetu og við teljum að það sé ekki jafnræði á milli. Við ræðum við forseta ISÍ aðstöðumun til íþróttaiðkunar. Við kynnumst líka aðferð til að skerpa á athygli og einbeitingu. Þessi flugbraut að lenda hana, hún tók mér lengri tíma en ég bjóst við, sko. Og þá það veðrið. Það suðlæg átt í kortunum fyrir morgundaginn og það má reikna með stöku éljum landið sunnanvert fram eftir degi. Hæglætis veður og léttskýjað mest allt landið síðdegis en við fjöllum nánar horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta þarf að treysta á svartfelskan sigur á Portúgal í kvöld til að eiga áfram möguleika á sæti í lokakeppni EM í desember. Úrvalsdeildar slagur verður í 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta, dregið var í dag. Og Linda Líf Boama, sem nýlið í íslenska landsliðinu, klárið að spila og skora í komandi landsleikjum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá rifjum við upp það sem helst í þessum fréttatíma. Björgvin Halldórsson látin 74 ára að aldri. Hann var einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar á hátt í 60 ára ferli. Ísraelsmenn hyggjast ræða við stjórnvöld í Líbanon afvopnun Hezbollah og frið milli ríkjanna. Yfir 300 voru drepnir í árásum Ísraelsmanna í gær sem Íranar telja brot á nýju vopnahléssamkomulagi. Ríkisstjórnin kynnir á morgun tímabundnar aðgerðir til að sporna gegn verðbólgu. Seðlabankastjóri gefur vaxtahækkun í maí sterklega í skinn. Þessum fréttatíma alveg að ljúka, það komið að íþróttum og veðri, en við á fréttastofunni við þökkum ykkur kærlega samfélgina það sem afir þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Miðstöðin Siggi Gunnars stýrir lifandi þætti dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir. Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri. Að baki hvers manns. Önnur þáttaröð dönsku dramaþáttana kokkana Mikael og Nauju sem ákveða að opna saman veitingastað. Málin flækjast þegar Næja fellur fyrir fjárfestinu þeirra, Cecilie. Lögregluvaktin, Chicago PD, leikinn